Við byrjum rekstur hér í 50 fermetra skála 1972. Við unnum við Laugalandsskóla í Holtum í Rangárvallasýslu á veturnar. Við fundum fyrir því að við þurftum að hafa eitthvað hérna, bæði voru fleiri gestir farnir að heimsækja staðinn og líka að hafa eitthvað starf fyrir okkur yfir sumartímann. Fyrstu árin, svona til 84, þá var þetta svona með þessu sniði við á Laugalandi á veturnar og hér á sumrin. En þá stækkuðum við helming og upp úr því þá hefur við varla stoppað. Í dag ég mætti kannski titla mig sem fjármálastjóra. Ég sé svona bókhaldið og því sem því fylgir, borga reikninga og annað. En börnin eru tekin við, sonurinn sér framkvæmdir, uppbyggingu og viðhald og dóttirinn sér rekstur, daglegan rekstur á hótelinu. Og tengdadóttirinn, hún líka með okkur inn í þessu og sér viðskiptamenn og annað og markaðsmál og annað slíkt. Elmar, sem var sölumaður hjá 66 gráður norður, hann var búinn að suða í syni mínum í 2 ár að fá minningarverslunina leigða. Og mér fannst þetta agalegt að býta hvað væri verið að biðja mig sko. Þannig að ég tók 2 ár, ég hugsaði þetta, og 2006 þá stígum við þetta skref. Þannig að við leigðum þeim vinunum, Jóhanni Guðlaugssyni og Elmari, og það hefur bara gengið mjög vel. Áhuginn á vinnunni hefur verið það gífurlegur og alltaf nóg verkefni. Þannig að það hefur kannski ekki verið tími, eða gefist tími til þess að sinna einhverju fyrir utan. En svo hef ég alltaf haft áhuga á fötum. Það hefur svona verið mitt stóra áhugamál. Ég sé svona næstu 5-6 árin í uppbyggingarstarfi hérna. Við erum þegar byrjuð á hótelbyggingu, 77 herbergja, og síðan við farin að horfa á stækkun með þjónustumiðstöðina alltaf 5.000 fermetra. Þar sjáum við fyrir okkur nýjan veitingastað með geysisstofu og margmiðlunarstofu og jafnvel upplýsingamiðstöð fyrir hálendið. Frá 2000 fundum við fyrir því hvað staðurinn var orðinn menningartengdur og þegar maður fór að hugsa söguna að það eru 1000 ár síðan að það var þvílíkt fræðasetur hér inn í Haukadal og sá frægasti sem nam þennan skóla var Ari Fróði og kannski vísir að öðru fræðasetri hér í Haukadal og kannski við bara að setja nafn okkar á spjöld sögunar.